Fyrirliði Stjörnunnar, þetta var, það var ekki að hjálpa ykkur að Elsa væri ekki með, hún getur ekki verið á tveimur stöðum í einu, en hvað var svona ánægstu með í dag? Sko, í fjórðu hrinu þá náum við alveg að sýna svona okkar rétta andlit og höldum svona okkar spilaleveli á réttu róli. En það hefur verið okkar akkillesarhæll bara í gegnum tíðina og við erum að reyna að vinna í því núna, er að halda leiknum jöfnum en ekki detta svona niður og fara upp og vera með svona mikla sveiflur í leiknum. Þannig að það er eiginlega það sem að svona kemur aftan á okkur. Sko. Þú sér það líka í fyrstu hrinu að þá erum við held ég 5-13 undir en náum svo að keyra okkur upp. Sko. Þannig að þetta er bara ómiklar öfgar hjá okkur. Og í annar hrinu 6-6, svo skyndilega staðan orðin 17-6 og þið voruð ekkert að ráða við uppgjörnar hjá Telmu þá og þá einhvern veginn móttakan var ekki að virka hjá okkur þá? Nei, og svona samskiptaleysi líka á vellinum. Boltinn detti niður á milli okkar og við erum bara hreinlega ekki að tala saman. Þannig að við þurfum að fara aftur í æfingasalinn og þjálfa þetta element til þess að ná árangri. Ég veit. 3 leikir, 3 töp, þetta er bara rétt að byrja samt, það er óþarfi kannski að fara að örvænta alveg strax en auðvitað ekki kannski í byrjunni sem þið óskuðu eftir. Nei, og nú er ég að rifja upp bara, við áttum hörkuleik á móti Þróttarnes í fyrsta leik og það lið hefur styrst mikið, en leikurinn á móti Káa, við skulum segja það að undir eðlum kringumstæðum þá eigum við ekki að tapa svoleiðis leik og í þeim leik gerum við 49 mistök sem eru tæpa 2 hrinur, þannig að maður reiknar bara dæmið og það gengur það ekki upp. Það er bjartsýn. Það er að gera halda í bjartsýn og gangi vel í framhaldinu. Já, takk fyrir spjallið. Herri, ég ætla að leita